Já, komið sæl og velkomin í næsta kafla. Við ætlum að halda áfram með jöfnur og orðadæmi, en snúum okkur núna að því sem tengist rúmfræði. Ég veit við eftir að fara í rúmfræði betur núna síðar í vetur, en þetta eru samt dæmi sem að þið fáið núna og þið ættuð að ráða við, þó svo að við höfum ekki farið sérstaklega yfir rúmfræði nú, þá hafið einhvern grunn í henni. En skoðum dæmi. Hérna erum við sem sagt með svona dæmi sem að verið að spyrjast fyrir hliðar rétthyrnings. Við sjáum að þarna er mynd sem að er gefin og segir í raun það sem að kemur líka fram í textanum, að í rétthyrningi er grunnlínan tvöfalt lengri en hæðin. Þannig ef að hæðin er x, þá er grunnlínan tvöfalt lengri eða tvisvar sinnum x. Og ummálið er gefið, það er 72 cm. Spurt er hvað eru hliðarnar langar. Og þá þurfum við að reyna að búa til einhverju jöfnu til að leysa, og þið vonandi muni hvernig maður reiknar ummál. Ummál er sem sagt, ef við leggjum saman allar hliðarnar, og það er þá hliðin hérna x, hæðin, þannig ég get skrifað það, plús grunnlínan eða botnin, sem er 2x, þá get ég skrifað það líka, og ég held áfram hringinn í kringum rétthyrningin. Þetta er væntanlega jafn stórt og hliðin sem er hérna vinstra megin, það er líka x, og svo plús línan sem er efst, sem hlýtur að vera jafn stór, og svo sem er niðri, það er 2x. Þannig ef við myndum leggja saman allar þessar hliðar, þá ætti ég að fá út ummálið sem er gefið og er 72. Og þegar ég er komin með þessa jöfnu, þá get ég klárað að leysa hana og fundið þar með x, og gerum það snöggvast. Ég legg saman líka liði, hérna vinstra megin. 1x hér, 2 viðbót, það er komin upp í 3x. 1 viðbót, það er komin í 4x. 2 viðbót, 5, 6x. Þannig að 6x er jafnt og 72. Og svo til að finna hvað x er, þá ætlum ég að losna með 6-una og deili þá báðum megin. Og þá kemur ljós að x er jafnt og 12. Við þurfum að passa okkur að lesa dæmið vel og svara því sem spurt er Það er ekki bara spurt hvað x-ið er, heldur að spurt hliðar rétthyrningsins. En núna vitum við að hliðarnar eru sem sagt það sem var x. Við erum búin að komast að því að þessi hlið er þá 12. Og hliðin sem er 2x, hún er þá tvisvar sinnum 12, eða 24 cm. Og þá erum við loksins búin að svara spurningunni. Hliðarlengdirnar eru 12 og 24. Og svo er ágætt regla að venja sig á það að prófa svara sitt, hvort þetta sé rétt. Ef að hliðarlengdirnar eru 12 og botnin 24, og hægri hliðin líka 12 og toppstykkið líka 24, hvað gerist ef ég legg þetta saman? Fæ ég ekki örugglega ummálið sem var gefið 72? Jú, það gerist, og þess vegna veit ég núna að þetta svar, eða þessi svör eru rétt hjá mér. En kíkjum á annað dæmi. Hér erum við með texta og ekki mynd sem fylgir eins og í dæminu undan, og þið fáið held ég báðar tegundirnar af þessum dæmum í heftinu. En ef það er ekki gefin upp mynd og það er verið að fjalla eitthvað sem tengist formum eins og hring eða rétthyrning eða einhverju slíku, og þá borgar sig alltaf að rissa upp myndina. Það þarf ekki að vera nákvæm, en leiðum maður er komin með mynd og merkir inn á það sem er gefið, og það getur að hjálpa manni við að sjá dæmið betur fyrir sér. Þannig við skulum gera það. Hérna stendur í þríhyrningi, það er hornið A 60 gráður, þannig ég get byrjað að tekna upp þríhyrning og merkja stærðin á horninu A. En svo vandast málið. Hornið B er tvöfalt stærra en hornið C, og meira er ekki gefið. Nú ef eitthvað er óþekkt, eins og hornið C, þá getum við kallað það x. Og ef hornið B er tvöfalt stærra en hornið C, þá er B væntanlega táknað 2x, tvisvar sinnum x, tvöfalt stærra. Og þegar hér er komið í sögu, þá þurfum við að rifja eitt upp sem ég held að við ættum nú samt að vita, en ef ekki þá ljóstra ég upp því leyndamáli hér.
að hornasumma þríhyrnings, það er að segja ef ég legg saman öll þrjú hornin í þríhyrningi, þá fæ ég alltaf út töluna 180 gráður. Eða á að fá hana alltaf út. Þannig að við getum nýtt okkur það til þess að búa til jöfnu. Það er að segja hornið A, sem er 60 gráður, pluss hornið B, sem við vitum ekki hvað er stórt, en kallum 2x, pluss hornið C, sem að kallast x. Að þessi þrjú horn samanlagt eiga að vera 180 gráður. En nú er ég sem sagt búin að breyta þessum texta í einfalda jöfnu og þá klára ég að leysa hana og legg saman líka liði sem er x-in. Ég get að skrifa 60 pluss 3x er jafnt á 180. Og síðan myndi ég vilja einangra x-in og færa þá töluna yfir. Þá stendur 3x er jafnt á 180 mínus 60. Og svo get ég einfaldað það aðeins meira og skrifa 3x er jafnt á 120. Og svo til að finna hvað 1x er mikið þá deili ég með 3 báðum megin og finn að x er jafnt á 40 gráður. Og þá get ég svara því hversu stór hornin B og C eru. Hornið C er einfaldlega eins og x-ið, það er þá 40 gráður. En hornið B er aftur á móti tvisvar sinnum x, það er tvisvar sinnum 40, eða 80 gráður. Og þá er ég búin að svara spurningunni, en eins og ég nefndi á það, þá er ágætt að sannreyna svarið sitt. Og ég prófa að leggja saman hornin A, B og C núna. Hornið A er 60 gráður, hornið B er 80 og hornið C er 40. Ef ég reikna þetta, fæ ég þá ekki örugglega út 180 gráður. Jú, það ger ég og þess vegna veit ég að þetta svar mitt er rétt. En þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra í bili, ég fá því að spreita ykkur. Takk.